Ég heiti Elsa. Ég heiti Jóhann og þetta er Sigrún. Og við erum á leiðinni út. Og hvað ætlum við að gera úti í dag, Jóhann? Spila bingo. Við ætlum nefnilega að spila bingo. Við ætlum að spila útivistar og náttúrubingo fristar. Á erfiðum tímum eins og við upplifum nú í tengslu við COVID-19 er mikilvægt sem aldrei fyrr að hlúa vel að sér og sínum og missa ekki tengslin við fjölskylduna og samfélagið, svona eins og hægt er allavega. Þar getur tæknin hjálpa til við að sameina og peppa okkur til góðra verka og það þekkir Hildur Bergsdóttir, stjórnarmaður í ungmennafélaginu Þristi á Fljótsdalshéraði vel. Já, samfélagsmiðlana má líka nýta til góðra verka. Skellum okkur í þetta. Já, heldur betur og það er einmitt kannski markmið okkar ekki hvað síst að bæði fylla samfélagið og líka samfélagsmiðlana bara af svolítið von og gleði og jákvæðni og benda á að þó það sé kannski ýmislegt sem er bannað og við þurfum að aðlaga okkur að núna, þá er það ofboðslega margt sem er leyfilegt. Já. Og það að vera bara úti og hreyfa sig og hlúa sjálfum sér og fólkinu sínu og njóta þess bara pínlítið að vera til, það er bara í fullu lagi. Já. Og það er það náttúrulega líka bara alla daga, alltaf saman hvernig ástandið er í rauninni. Já, en við kannski tökum pínlítið betur eftir því núna. Já. Af því að það svona reynir meira á það. En þetta starf, hvernig fór þetta allt saman af stað? Hvernig byrjaði þetta allt saman? Sko, þessi hugmynd, hún er raun og verið kviknuð þarna bara á sunnudegi fyrir samkomubann. Já. Þar er einn stjórnarmaður, hann Haddur, sem skellir sér út á gönguskíði hér og er að hugsa líf og tilveruna sem hann gerir og honum dettur í hug hvort við getum ekki gert eitthvað skemmtilegt. Og svo þegar hann kemur heim síðdegis á sunnudegi fyrir samkomubann, þá hendur hann til okkur í stjórnunni og við getum kannski gert eitthvað. Og það verður til meira háttar hugarstormur, það hefði eiginlega ekki út bara appelsínugula viðvörun, sko, það gekk svo mikið á að lyklaborðið þeirra víðum bæinn. Og þá í raun og veru verður til þetta verkefni Þristi blæs til leiks, sem er í raun og veru svona samfélagspepp, hvatningar, heilsueflingar, gleðiverkefni. Þannig að samfélagið það tók strax þátt í þessu? Já, í raun og veru því við erum alltaf að fá inn einn úr samfélaginu til að vera peppari dagsins. Og hans hlutverk er að senda frá sér einhverja jákvæða og skemmtilega kveðju ásamt einhverju hugmynd hreyfingu sem getur verið hvernig sem er í raun og veru. Það er bæði hreyfing, það er útivist, það er gönguskíðavídeó, það er hjólavídeó, það er gutti sem hleypur 4 km í skólanum hverjum degi sem sendir okkur vídeó. Svo er þetta bara svona andleg ræktun eins og við erum með konu sem er jákvæður sálfræðingur sem kemur með innslag alltaf af og til bara mikilvægi þess að hlúa svolítið huganum sínum og jákvæðninni sinni. Við erum með jóga og svo er alls konar svona fjölskyldusamvera líka. Það er verið að henda í bakstursdans og við erum með lítið húsband sem að senda okkur smá tónleikabrot úr stofunni heima þar sem lítil 6 ára stjórnmaður slær í gegn og bara nefndu það er bara allt mögulegt. Þannig að hefur þetta í raun farið fram úr því sem þið sáu fyrir ykkur og áttu von á, hefur samfélagið staðisvæntingar og farið fram úr þeim þetta? Algjörlega, og við erum alltaf að byrja á það því að ég svolítið bara fór að nýjast af vinalistanum mínum og svona ná mér í vídeo en svo erum við alveg farin að fá, ég fekk eitt sent í gærkvöldi þá er verið að hvetja fólk til að setja bánsa út í glugga þannig að krakkar geta rölt bæinn og talið bánsa og fundið bánsa svona í gluggum víða. Þannig að það til dæmis bara poppaði upp í gærkvöldi. Og við erum því að biðla til ykkar kæru nágrannar að setja bánsa út í gluggana sem snúa út á götu. Þannig að við getum farið í bánsaleit næstu daga, svona aðeins að breyta til. Við erum allavega með bánsi, komin út í glugga. Þannig að þetta er rosalega mikill sköpunarkraftur sem að verður þarna. Algjörlega, og það er svo gaman að sjá að fólk er ótrúlega fúst að fara út fyrir þægindaramma sinn af því að við finnum, við þurfum að standa saman núna og við þurfum öll að aðlaga okkur og fólk er bara tilbúið í það og tilbúið að veita einhverja gleði og hlýju út í samfélagið sitt og það er bara svo fallegt. En finnst fólki þetta ekkert mála að vera þarna í mynd að segja frá og er það kannski einhvers konar afleiðing af samfélagsmiðlum að fólk er kannski vanara þessu umhverfi? Já, sko, auðvitað er þetta alveg mál fyrir suma. Það er alveg þannig. En við erum kannski akkurat núna í því að við erum öll í einhverjum fjarfundum og maður situr á náttúrunum heima á einhverjum fundum og eitthvað sko. Þannig að við erum líka öll bara að aðlaga okkur að því sem er að gerast og þetta er kannski bara liður í því að við getum verið saman þótt við séum 2 metra fjarlægð eða jafnvel meira. En það geta þá allir tekið þátt saman hvað aldrei eru það því að þó ég sé kannski ekki í standi til þess að vera á gönguskíðum hérna þá get ég tekið þátt í bara einhverju öðru. Já, baka pönnukökur eða hvað sem er sko. Það það er bara allt opið.
Þetta allt snýst þetta að hafa eitthvað fyrir stafni. Já, bara hvetja til virkni, hvetja til gleði, samveru og þess að við svona bara hlúum svolítið að okkur og fólkinu okkar. Og það er hægt að gera það svo ótrúlega marga vegu.